Þegar hann kýldi mig niður þá fann ég bara svona, þú veist, þetta er svona flash knockout, það er bara svona sekundu brot það sem að þið finnst í rauninni eins og séu svona svípa undan löppunum eða eitthvað og þú lendir inn í það, áttaði mig strax á því sko. Það eru svona ýmsir hlutir sem maður lærði af þessum bardaga sko. Mér fannst bara almennt ég ekki vera nógu góður. Það var svona, vantaði bara eitthvað svona frjálst flæði í mig sem vanalega til staðar. Stundum ekki en maður hefur komist upp með það. Það er kannski bara fínt að hafa tapað þessum bardagi. Það vakti mann svona þessu upp sko og maður svona áttaði sig á þessum hlutum sem að geta, eða svona hvað það getur verið sem er að þvælast fyrir manni sko. Að það hentar mér og hefur svo sem alltaf verið vita mál en maður svona á það til að gleyma því en það hentar mér langbest að í rauninni leyfa hlutum að flæða svolítið eðlislega sko og gleyma ekki ákveðnum hreyfingum sem að henta mér og nýta mér í rauninni bara allt það sem ég hef sko og vera ekki að festa mig á ákveðnum hreyfingum. Það þarf aðeins að læra inn á svona hátt tempó sem er inn í bardaganum sko og setja það svolítið saman með því. Það var svona hlutur sem ég fór að hugsa líka þegar ég eftir hennar bardaga er að bakið þarf að vera beint allar lóðunar sko. Maður er alltaf að þroskast og læra og upplifa og mótast. Það er bara stanslaust í gangi en það var svo sem, ég veit það ekki, kannski er þetta eitthvað turning point í mínu ferli sko. Það var þá bara eftir að koma í ljós held ég seinna sko, að maður lítur tilbaka og sér það sko. Já, ég held að segja ekki á því að eftir allt sem hefur gerst núna þá maður er búinn að læra alveg helling af þessu og ég hugsa að maður er alltaf að bæta sig þannig að það er alltaf nýr og betri maður sjálfur sem kemur eftir svona sko. Það er svona einhver eldur inn í manni sem hefur kannski ekki verið nógu frískur í einhver tíma sko, sem er svolítið svona nýtt fyrir mér, nýtt gamalt. Þetta er náttúrulega bara sennilega eitt stærsta kard í sögu UFC þannig að það verður alveg hroðalega gaman að vera þarna úti og berjast þarna með Conor þar sem hann verður að hella hana sjóið og það ýtur undir ákveðið skemmtanagildi í þessu öllu saman. Ég held að þetta verði alveg einstök upplifun sko, að berjast í Vegas á þessu kardi sko. Ég hugsa að þetta verði bara eitt af þeim ef ekki bara stærsta kard í UFC sögu.
algjörlega eftir tilfinningunni en sjálfsögðu með það markmið að klára vardagann, sko. Það alveg, ég hef mikla trú á því.